Já, við höfum talað svolítið leikskólana að undanförnu. Tilefni var nú mótmæla staða foreldra með börnin sínir í ráðhúsi og við vorum svona að spurja fólk úr leikskólakerfinu hvað væri að í kerfinu. Og svo umræða hefur svona þróast í ýmsar áttir, meðal annars að kannski ættu við að vera bara að tala stöðu barnafjölskyldunar í samfélaginu og leikskólarnir væru náttúrulega hluti af því. Og við ætlum að halda þessar umræðu áfram og hérna komin hann Bóas Hallgrímsson. Velkomin. Takk. Þú ert framkvæmdastjóri Hjallastefnunar. Já. Sem rekur marga skóla. Já, ég hef verið framkvæmdastjóri Hjallastefnunar núna í rétt rúmt ár. Já. En var þar áður starfsmaður Hjallastefnunar lengi. Kendi bæði á leikskóla og grunnskólastigi. Þú er alveg upp þar inni. Já, mamma er leikskólastjóri, gömul. Já. Og Og hvað það segja, stoppkjara vinkona og allt þetta? Já, ég er með þetta allt einhvern veginn í mínu DNA gegnum tíðina. Hún og Margrét Pála sem hugmyndasmiður Hjallastefnunar, það unnu saman og læriðu saman. Og mamma var með leikskóla númer 2 sem vann eftir Hjallastefnu hugmyndafræðinni. Sko, ég rætti við nokkur hérna. Og það sem ég minnst var að gera svolítið í svona samtalinu var bæði að það vanti eiginlega bara að hugsa þetta svona svolítið frá grunni, okkur erum við í þessari stöðu. Það eiginlega ekki, og jafnvel þannig að það væri hættulegt ef við ætlum bara að svara öllum kröfum núna og bara setja í gang einhverja jarðýtur og redda leikskólaplássi fyrir öll 12 mánaða gömul börn og það var ekkert endilega víst að við séum að byggja þann leikskóla sem að við myndum helst kjósa. Ég held að það sé ótrúlega mikið til í því. Þetta ótrúlega umfangsmikið og stórt verkefni til að hugsa af því að ég held að það skipti eiginlega engu máli hvaða Íslending eða hvaða einstakling þú spyrð út í einhverjum svona grunnstoðir samfélagsins og hvað skiptir máli og að við búum til umhverfi sem hvað best fyrir börnin okkar hlýtur að vera mjög ofarlega á öllum forgangslistum allra sem allavega kjósa að vera fjölskyldufólk. Og samfélagi sjálft í heild og auðvitað hættið að vera í grundvöldu samfélagsins af því að án framtíðar þegna samfélagsins þá verðum við illa stödd. Þannig að í rauninni þetta ótrúlega merkilegt. Ég hlustaði mitt á spjallið ykkar Haraldar sem var núna í vikunni og ég ótrúlega sammála svo mörgu sem að Haraldur að benda á í þessu samtali sem þið áttu og ég svo sem lesi mikið eftir hann og fylgst vel með þessari umræðu þaðan að ég held að hann hafi alveg fullkomlega rétt fyrir sér með það að þenslan í þessu kerfi hefur bara verið of hröð. Ég held að það væri örugglega hægt að fá fram einhver fjárframlög og fólk myndi setja á sig gula hjálma og fara að byggja óbúslega mikið af leikskólum. En það held ég myndi ekki leysa þá stöðu sem við erum í núna. Samt það þannig í umræðinni að lausnin þensla. Lausnin að byggja meira, opna fleiri deildir. Það eiginlega eina sem maður heyrir sem krafan í samfélaginu og þar sem að stjórnmálamenn koma fram eða ráðamenn í sveitarfélögunum koma fram og lofa að drífa í því að þenja þetta hraðar út. Það eiginlega þannig. Það ótrúlega sérstök leið til að nálgast orðræðuna að því að vissulega þurfum við fleiri leikskóla og við þurfum fleiri leikskólapláss. Ég þreytist ekki á að tala að hvað ég kenni í rauninni oft í brjóstum embættisfólk sem að þarf einhvern veginn að vera í forsvari fyrir pólitískar ákvarðanir og loforð. Að því ég held að það mætti stundum vera einhvern veginn dýpra samtal áður en að teknar eða sem gefin loforð. Auðvitað vill fólk standa við loforð. Fólk sem er í stjórnmálum. Þú kannast við að vera í framboði og þú hefur fylgst með vel. Ég kannast líka að vera borgar í þessu landi og ég ekkert svo viss að allir stjórnmálamenn ætli alltaf að standa við loforð. Nei. En vonandi að komi meiri krafa og fólk standi við þau lofar. Það er alveg krafa niður í ráðhúsi að þessi staði við það útvega. Og við erum í nánu hjá Hjallastefnu samstarfi við borgina og ég bara, allt sem ég sé gefið til kynna, þar sé fólk að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að mæta þessari eftirspurn sem orðið hefur til og til þess að mæta því að þessu var lofað. En það þess vegna sem ég segi, og þetta segi ekki af vanvirðingu við stjórnmálafólk, en það þess vegna sem ég segi að ég kenni svolítið í brjóstum þá sem eru síðan í framlínunni og þurfa að framkvæma eitthvað sem að var kannski ekki alveg hugsað til enda. Og ég held að það geti ekki verið lausn á þessum vandamáli að þenja frekar. Við hljótum að þurfa að horfa.
Það þetta mjög algeng ábending að við erum aftar en nágranna þjóður okkur og þær þjóður sem við berum okkur svona helst sama við þegar kemur að fæðingarorlofi og möguleikum foreldra til þess að vera lengur heima með börnunum sínum. Ég í sjálfur sem mjög hrifinn af íslensku samfélagi en mér finnst við oft vera ótrúlega atvinnu svona drifið. Atvinna svolítið svona okkar identity. Hver ertu því það? Við hvað starfar? Já, og núna þegar ég á börn sem eru farin að umgangast þannig börn og spyr maður svona, já, hvað gerir mamma þín? Og þá fyrsta svarið yfirleitt starfstitill, ekki hún frábær í fótbolta eða ótrúlega skemmtileg við mig og les með mig bækur á kvöldin. Þetta svo mikill hluti af okkar einhvern veginn sjálfsmynd að við erum keyrið einhvern veginn áfram og það dugnaður að vera duglegur í vinnunni og sem styst fæðingarorlof væri. Koma svo. Og það hræði mér stundum Ég nýlega fluttur frá Svíþjóð, þar sem að fyrirkomulagið svolítið annað. Mér langar að taka smá kúvendingu spjalli og segja þér bara hvað mér finnst þetta flott framtak. Ég búin að fylgjast með 2 viðmælendum sem voru á undan mér og mér finnst svo gaman að búa til plattform til að hleypa fólki og hugsaði það einmitt á meðan að ég var að hlusta á viðmælendin sem var á undan mér. Að ég hef þessu upplifun að ég vera að upplifa mig svona aðraðan svona í otherness að ég búi í Svíþjóð þó að ég væri búin að læra tungumál og var mér svo farin að kenna við háskóla á sænsku þá komst ég aldrei inn eins og ég upplifa ég var aldrei með í liðinu en að því svo ekki gott þegar samfélagi gerir þetta við stóra hópa fólki heldur því til það eiginlega ekki það ekki í boði það á ekki að vera í boði Þú voru að segja stopp kæra vinkuna. Já, segja við, nú erum við aðeins að rugglast, nú tökum við okkur tíma og kjörnum okkur. En þetta Lengja fæðingarorlof. Lengja fæðingarorlof væri ein leið. Önnur leið væri líka bara að koma til móts við þá foreldra og þetta heyrði ég svo sem þetta kom fram hjá mörgum sem eru eða voru að berjast fyrir sæti í sveitarstjórnum og svona. Hugmyndin að það væri eitthvað svona styrkir til þeirra sem að vildu hafa börnin sín heima lengur ekki fæðingarorlof heldur svona Það var mjög mikill ágreiningur það eðlilega því ég held að það mun alltaf halla á kynin þar Og hvað gerum við því? Fæðingarorlof náttúrulega verið að borga fólki fyrir að vera heima hjá börnunum sínum Já, en þetta bara sögum þess að mæður yfirleitt gefa brjóst og annað því líkt að taka þær lengri tíma en svo þegar þeim tíma líkur þar sem sú svona frumþörfu til staðar þá samt líklegra að konur taki lengri tíma nýbakaða mæður heldur en feður Hvað gerum við því? Við höldum áfram að gera það sem við höfum verið að gera held ég held að við á Íslandi séum alveg á ágætis vegferð nú eru feður almennt farnir að taka lengri fæðingarorlof ég til að mynda á 17 ára barn og svo ársgamalt barn og það hefur breyst mjög mikið þarna á milli og það mun algengara að fólki í kringum mig að feður séu lengur með börnunum sínum í orlofi. Þannig að við erum alveg á leiðinni í eitthvað rétta átt. En mér finnst stundum, og þetta var harkalegt að segja, mér finnst stundum Íslands samfélag að vera svona fjölskyldu fjandsamlegt samfélag. Og ég leyfi mér að segja að stytting vinnuvikunar, hún hefur ekki skilað sér til barnanna ennþá. Ef við raunverulega svona horfum fáum eitthvað svona þyrlu útsinni yfir þetta og þá farið með yngstu börnin í leikskólan, þannig að þau eru fyrst á sinn vinnustað svo ljúka allir sínum degi og þau eru svo síðust á sinn vinnustað og auðvitað þið ekki saman að líka að vinna líkamlega erfiðisvinnu eða kognitíva erfiðisvinnu eða það að vera í frábæru yfirlæti með góðu starfsfólki og skemmtilegum börnum og fá að leggja sig við daginn en engu að síður þá ættum við að horfa til þess að vinnustyttingin ætti að nýtast þeim líka, börnunum. Þá þarf það að vinna tíma foreldrana enn meira? Já, ég held nú leyfið mér að fullyrða að kannski eitthvað sem að fylgist með rauðaborðinu og verður mér sárreiður að segja svona, en ég held til að mynda að við á Íslandi erum á öðrum stað heldur en nágrannar okkar sem að ég bjó með í 7 ár í Svíþjóð. Þar dettur engum í huga að ef að vinnudegi líkur óvænt á hádegi og þú áttur að vera ráðstefnu sem áttu að vera til 3 og eitthvað forfallast þá nýtir þú ekki þann tíma sem þú ert með vistun fyrir barnið og fer í klippingu eða í verslunarmiðstöð og ef þú stingur upp á því og ég hef bara orðið vitni af þessu að samlandi minn stakk upp á þessu að gera bara eitthvað skemmtilegt, fara að fá sér eitt drykk á föstudagseftir miðdegi einmitt í svona aðstæðum og það var bara þú sækir auðvitað barnið þitt fyrst annar bara kemur ekki til greina
Þannig að þessi svona samfélagslega... það ekki þannig líka í Svíþjóð að ef þú átt barn upp að 12 ára aldri að þá getur þú farið fram á það að vera í hlutastarfi? Jú. Væri það eitthvað sem við ættum að hugsa að ef þú ert faðir átt eins árs gamalt barn og þú ert í fullri vinnu og til þess að sinna því að vera í fullri vinnu og sinna barninu að þá verður þú að ganga á annað gott hvíldartíma þinn eða tíma sem þú hefur til þess að endurnæra þig líkamlega og andlega. Já, vissulega. Já, vegna þess að það ekki gefið eftir af vinnutímanum. Ættum við kannski að horfa á það, kannski ættum við að gefa eftir af vinnutímanum. Því að það óraunhæft að sá sem er með barn heima, eins árs, sinni fullri vinnu, það bara þannig. Já, það mætti alveg mjög hæglega að færa rök fyrir því að það sé óraunhæft og þegar þú segir þetta þá bara eins og þú horfir einhvern veginn inn í hjarta á mér af því að ég oft sakbitinn yfir því hvað ég vinn mikið. Já. Annarkvort gengur á tíma sem þú ættir að vera með barninu eða hvíldartímaðinn eða þann tíma sem þú hefur til þess að lesa, læra og leika þér sem við þurfum að gera til þess að endurnæra sem manneskjur. Já, og vera bara virkir þáttakendur í samfélagi. Við, til að mynda bara þetta spjall, við vorum búin að tala saman að hittast á öðrum tíma en ég bara ákvað að ég ætlaði að vera með börnunum mínu það kvöld. Þannig að þetta, þú veist, ég held að við séum alveg á einhverju jákvæðri vegferð Íslendingar. Mér fannst ótrúlega gaman að fyrir síðustu kosningar hvað allir flokkar voru bara einhvern veginn með menntamál og leikskólamál sem þetta svona, voru bara með eitthvað svona flottar hugmyndir það, misflottar vísulega, en allir voru einhvern veginn að adressa þetta og við sjáum alveg breytingar núna til að mynda þegar farsældarfrumvarpið er komið inn. Það vonandi kemur til með að gera ótrúlega gott fyrir íslenska barnafjölskyldur því að allt þetta álag sem að þú ert að tala og við vorum að ræða sett inn í myndina að barnið þurfi alveg mjög sértakan stuðning sem það ekki fær. Þá álagið orðið ennþá meira á fjölskylduna alla. Þannig að við þurfum einhvern veginn bara að halda áfram á þeirri vegferð sem við erum. Ég vildi að ég geti komið hérna bara í kvöldspjall hér og sagt hvernig við leysum leikskólamálin. Ég hef haft rosa miklar áhyggjur af því að Hjallastofnun hefur aðkomið að 18 skólum í 11 sveitarfélögum á Íslandi. Að öll orðræða, eins og ég fagnaði því að það væri allir að tala um leikskólamálin, þá verður það samt til þess að ýfa upp einhvern veginn svona... Hvað? Til að mynda þetta frábæra framtak foreldra að koma sér fyrir í ráðhúsinu til að benda á sína neyð af því að þetta er grundvallastóð sem að þau þurfa að halda til að geta sinni. Þau verður bara komast í vinnu til þess að bara eiga í sjó á. En á sama tíma þá verður það einhvern veginn til þess og ég veit það fyrir víst að því starfsfólk hjá okkur upplifa svolítið eins og að væri verið að gagnrýna leikskólana. Að umræðan leikskóla og leikskólastarf verður oft neikvæð þó að það sé kannski ekki inntakið. Eins og þessi foreldrar voru einmitt að berjast fyrir því að börnin þeirra kæmust inn á leikskóla að þau treysta þeim stofnunum fyrir sínum börnum. En umræðan í kringum þetta verður alltaf neikvætt, þannig að það verður eitthvað svona orsaka svona eitthvað í höfðun á fólki, leikskóli, leiðindi, erfitt. Skilur þú hvað ég á við? Ég velta fyrir mig hvort að þurfi ekki að vera bara umræða stöðu barnafjölskyldunar? Jú. Með það sem margt sem að... Væntingarnar er náttúrulega að koma bara þaðan, hvernig fólk vil hafa þetta. Auðvitað ættu ekki frá lýðræðislega kjörnir fulltrúar fyrirtækjaeigandunum sem vil fá því í vinnu sem fyrst. Nei, auðvitað ætti samtalið að eiga sér stað þar. Það ætti að leita einhvern veginn í rótina þeir sem eru Hvað er bestur í börnin? Hvað er bestur í börnin? Það er ein spurning sem að fólk velti fyrir sér. Er gott fyrir 12 mánaða gamalt barn að vera á leikskóla? Mér finnst mjög eðlilegt. 8 tíma á dag. Mér finnst mjög eðlilegt að fólk velti þessu fyrir sér. Sjálfur er ég ekkert viss að það sé alltaf best. Mín 12 mánaða dóttir dæblega, hún er bara 12 mánaða núna, hún er komin á leikskóla. Og hún er í dásamlegum höndum, en mér fannst það eitthvað skrítið. Svo hugsaði ég tilbaka, systir hennar byrjaði tæplega 9 mánaða hjá dagmömmu. En í báðum tilfellum bara því að mamma dætra minna er læknir og ég hef verið í stöðu sem bara krefst þess að ég mæti aftur til vinnu. Í ideal heimi hefðu við í báðum tilfellum líklega vilja vera lengur með börnunum okkar. En fyrst að þau þurfa að fara í skóla þá er ég óbúslega hamingjusamur til að mynda að dóttir mín sé á leikskólanum Öskju
það bara töfrar í loftinu þar og ég dáist að fólki sem að vinnur. Þú ert búin að vinna þar og ert núna framkvæmdastjóri, þannig að þú... Já, svolítið uppalinn hann innan, þannig ég kannski ekki alveg hlutlaus, en engu að síður þá leyfi ég mér að segja og þá auðvitað við bara alla þá leikskóla sem ég hef heimsótt, ekki bara Hjallastefna, að þetta ótrúlegt starf sem að fólk vinnur á þessum stofnunum og það eru ótrúlega galdrar að fylgjast með því og að vera hluti af því. Herðu, við þurfum að finna einhverja leið til þess að tala svona stöðu barnafjölskyldna, bæði tengslu við þetta. Það líka svona ýmislegt sem í gangi í Reykjavík þetta hagaskólamál og eitthvað fleira, þannig að það sé svona að tala við foreldrana. Það eitthvað sem ekki að fúnkera hjá okkur. Og svo náttúrulega vorum við áðan að tala við hann Guðmund velferðaríkið, sem að einn af grunnþáttunum í því að styðja barnafjölskyldur. Þegar fólk kannski að koma inn á vinnumarkaðinn með lága tekjur, á jaðri húsnæðismarkaðar, með þunga framfærslu, oft með mikið af námslánum og húsnæðislánum sem það skuldar. Það þetta stuðningskerfi sem þarf að vera þarna og viðurkenning á því að umönnunarstarbið sem að foreldrar sinna mikilvægt og við erum að búa til eitthvað rými fyrir það getur ekki verið jaðar. En þú gleymir í þessari upptalningu að minnast á það sem að mig langar svo ofta að hárreita mig yfir. Og það sem sagt, eins og þú tala ungt fólk sem að koma úr námi með alveg slígandi námslán oft, lenda svo oft í þessu gati á milli þess að hafa verið, það oflangt síðan lukur námi og ofstutt síðan að þau koma út á atvinnumarkaðinn. Þetta mjög þekkt stærð í íslensku samfélagi að fólk fer að huga barninum þegar það að klára skólan og einhverju myndi segja að það bara þeim að kenna að þetta skipulega lífsitt öðru sér en mér finnst það óvíð. Einhvers staðar verða börnin að geta komið. Algjörlega. En að þetta fólk lendi mjög oft á einhverju sem kallað lágmarksframfærslu vegna þess að það oflangt síðan voru í skóla og stutt síðan þau duttu á atvinnumarkaðinn. Þetta finnst mér líka stærð sem að mér langar stundum. Það því að þau eignuðust börn þarna á þessum tíma. Já. Þannig að þegar þau koma námi, eignuðust börn og það senkar því að þau fara inn á vinnumarkaðinn. Eða þau eignast börnin bara rétt áður en þau fara inn á, sem sagt, þau eru byrjuð í vinnu, en svo kemur barnið, en þá eru þau ekki búin að safna sér á hennu réttindum sem starfsmaður í nægilega langan tíma. Við finnum þetta. Ég ætla að finna leið til þess að fjalla meira barnafjölskyldur. Svo hittust við bara seinna og ræðum barnafjölskyldur. Ég ætla að stöppa þér núna, vegna þess að eins og við vorum að tala að þá mikilvægt að maður rækti sjálfan sig og Bóas gaf sér færi á að skjótast hingað inn en hann ætlar að fara á tónleika með Benna Hemhem sem fólk verður að gera til þess að bara halda hausnum í lagi. Rauðaborðið búið núna, ég hveti ykkur til þess að horfa hérna á morgun klukkan 8. Ég bið ykkur líka að hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar á YouTube og Facebook. Þið getur líka að fara inn á samstöðun.is, það hellinga fréttum. Ef að þið ratið ekki inn á Facebook og YouTube og þá alltaf þegar útsetting í gangi, þá getið þið farið inn á samstöðun.is, það efst upp í horninu til vinstri hnappur sem stendur í beinni, þið ítið á hann og getið hort á samstöðuna eins og þið séu ekki á sjónvarpi. En takk fyrir í kvöld.